Góðir félagar, landsfundurinn með stóru elli hefst í dag. Það mikið fagnaðarefni. Það tímabært að við komum saman nákvæmlega nú og metum stöðuna, lágt gengi í skoðanakönnunum sem einkennast af miklu misskilningi, algjört hrun meðal ungs fólks, en ræðum leið árangurinn sem náðst hefur eftir að versta ríkisstjórn sögunar hrökklaðist verðskuldað frá völdum. Við vitum svo vel að nóttin svört, en við vitum þeimun betur að dagurinn bjartur og að hann blár og að lífið blátt og að framundan bláir tímar, eins og skáldið sagði. Góðir félagar, það veist að okkur úr mörgum áttum, úr öllum áttum jafnvel, og því mikilvægt fyrir mig að fá að ávarpa þennan fund á þessum mikilvæga tímapunkti, ávarpa ykkur sem sumir segja að hafi sett landið með áræðni og útsjónarsemi á hausinn kolrangt. Það voru veðurfræðingarnir sem ollu hruninu, það orsakaðist af því að fiðrildi blakaði vængjum í Kauphöll í Singapúr og einhver náungi snýtti sér á sama tíma óvart í New York og svo fór sem fór, okkar menn lentu bara í þessu, þetta vita allir vel meinandi menn, við skulum því ekki dvelja við það hér. En góðir félagar, stefna okkar skýr og hún klöppuð í stein og hún lifir og blífur. Og já, við eigum erindi og við höfum hugsjón. Hún snýst ekki síst það að koma brennivíni í búðir og skjól fyrir sköttum. Við lifum og brennum fyrir frelsið, góðir félagar, þetta okkar vettvangur. Hér tölum við í okkar hóp, hér erum við í góðu skjóli, nokkur skonar skattaskjóli, hérna okkur engin, við erum líkt og undir dúnmjúkri sæng og þeir ná ekki til okkar hingað vinstri mennirnir sem aldrei vita hvort þeir að koma eða fara. Það sannarlega að okkur sótt, en við munum standast öll þau áhlaup, þessu páskarheiti mun slota eins og öðrum éljum. Illugi hér, góður félagi, hann ekki af baki dottin og Hanna Birna, hún hér, hún ekki af baki dottin, hún bara alls ekki af baki dottin. Kæru vinir, lífið gott á Íslandi, við lifum góðu lífi, hér hagvöxtur og mikið happy hours hjá ungliðunum okkar sem horfa björtum augum til framtíðar. Það hefur reyndar eitthvað fækkað í hópnum en það mun breytast. Að tilheyra þessum góða flokki að vera til og stefna hraðbyrja á næsta happy hour í góðum félagsskap. Þannig sé ég að við getum náð til unga fólksins með góðum happy hour. Góði félagar, ég get sagt það hér í þennan góða hópa að auðvitað vitum við svo sem ekkert hvert við stefnum þar í eðli okkar, við vitum það eitt að við viljum græða svo það sé sagt, framtíð Íslands björt, en bara við græðum og stöndum leið vörðum grunngildi flokksinn, stefnuna sem felst í því að græða og fara svo lóðbeint á hausinn og taka hiskið með okkur niður í fallinu. Fallinu, já, ég nefndi þetta orð fall og þeir til, já, þeir sannarlega til sem vilja kenna okkur góðir félagar fallið, en ég segi við ykkur kæru vinir, fallið komað utan, það voru aðrir sem féllu, svo barst fallið hingað, gleymum því. Nú skulum við rísa upp, ná til unga fólksins og fljúga hærra en við höfum nokkuð tíman flogið, hærra en á tímum Ólafs, Bjarna og Davíðs, það voru happy tímar og það mín tilfinning að í lífi íslenskrar þjóðar sé nú runnin upp einn allsherjar happy hour og við skulum halda honum gangandi, hvað sem hver segir. Við skulum hafa þann klukkutíma langan, við skulum hafa 70 mínútur í þeim klukkutíma og við skulum hafa þá marga. Góðir félagar, við höfum erindi. Við þurfum bara að finna þetta erindi, að minnsta kosti klæða það í þann búninga fólkið og þá ekki síst unga fólkið bíti á vagnið. Framundan einkavæðing banka, hverjir eiga að fá þá kommunistar? Ég segi nei. Við einir kunnum að reka banka eins og dæmin sanna eða eins og Einar Benediktsson orti á sínum tíma, nei, nú man ég ekki alveg hvað hann sagði, en hann var að yrkja þetta og orðaði það mjög vel. Góðir félagar, lífið stutt, sagði skáldið, og lífið nýtt og lífið ljóð. Við erum hér saman komin til að lifa. Á landsfundi erum við kongar, við erum riddarar og biskupar Íslands. Við vöknum morgnana, förum fram úr og vitum að við erum biskupar Íslands. Við höfum hefðina, fortíðin var okkar og framundan yndislegir tímar. En bara ef enginn truflar okkur, ef við höldum ótrauð áfram og enginn truflar okkur, verður framtíðin björt. Góðir landsfundargestir, kæru vinir, við höfum ekkert fylgi, það hlustar enginn á okkur, það rétt, einhverjir kunna að halda því fram að við, gömlu klassísku stjórnmálamennirnir, séum ekki annað en útdauðar risaeðlur, að erindi okkar sé minna en ekkert, að við séum spillt og að við hyglum aðeins okkar eigin fólki, að ráðherrar okkar eigi stöðugum vandræðum vegna eigin dómgreindar bress, en við þetta sama fólk segi ég, hér erum við og við erum í jakkafötum og eigum hús og jeppa, kött og hund sem þarf að viðra og hann þarf að pissa. Við þetta fólk segi ég, við erum lífið og lífið núna. Kæru vinir, við lifum nú stóra tíma, svo stóra að þeir skyggja á fullt tunglið og á stórum tímum það flokkurinn sem tekur til máls og talar inn í heit hjörtun. Í huga mér vor, íslenska þjóðin hefur alltaf reitt sig á okkur, þegar við erum stórir íslenska þjóðin stór. Á miklum tímum þarf þjóðin mikinn flokk, við erum sá flokkur. Það ekki eins og árangurinn láti á sér standa, við erum í góðri stöðu til að skipta á milli okkar auða þjóðarinnar og ef okkur tekst ef við höldum vel á okkar spilum, verður næsti happy hour haldinn á sjálfu tunglinu og hann mun standa lengi
ekki. Það verður langur klukkutími, ég skal lofa ykkur því. Seljum vín í öllum kjörbúðum, seljum vín í apótekum og byggingavöruverslunum, í bönkum og bakaríum og stöndum þannig vörðum grunngildin sem eru þegar að er gáð grunngildi þjóðarinnar. Því þegar grannt er skoðað þá eru þjóðin og flokkurinn eitt. Við erum sjálfstætt fólk, við munum sigra og við munum stjórna, hanna minn ertu nokkuð að detta út, illugi er flýillin farin að kalla á þig, flýillin sem blekkti allan vitleysingan vinstra megin en nú vita allir að þú ert alveg eins og við, sannur alveg í gegn, ekta happy hour gaur, enda gamall aðstofamaður meistarans. Nei, góðir félagar, öndum rólega, okkar gildi munu blífa þótt á móti kunni að blása, útgerðin mun halda okkur á floti og það verður gott flot. En ágæti félagar, framundan er góður landsfundur, mjög góður landsfundur. Hér erum við fiskar í okkar eigin vatni, fuglarnir syngja kannski ekki mikið lengur, það er komið haust, ég er skáld, auðvitað eigum við okkur draum, ég man bara ekki alveg í svipinn hver hann er, og þó, ég man hann, það er draumur fagran íslenskan fuglasöng og vinalega bjórdælu. Látum ekki vansælt úrtölufólk tala úr okkur kjarki, náum til unga fólksins sem er framtíðin, það er mikilvægt. Auðvitað er fylgið í sögulegu lágmarki, við þurfum bara að leiðrétta það. Framtíðin segi ég, hvað er mikilvægara en framtíðin, hún er ekki á netinu svo mikið er víst. Við látum enga sjóræningja ræna henni frá okkur því hún er okkar, alveg eins og fortíðin var okkar. Höldum hnarreist áfram inn í nýja framtíðin, í okkar framtíð, verum áfram sú kjölfesta í íslensku þjóðlífi sem þessi flokkur hefur alltaf verið. Þá mun íslenskri þjóð farnast vel, að öðrum kosti fer hér allt til helvítis. Ég segi fundin settan. Guð blessi Ísland. Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra! 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 Húrra!